þá komið að októberleiðsögn fyrir Meyju. Þetta opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem Eyju. Svona þetta okkur beint í lesturinn og byrjaði að kanna hvaða Meyju ég að tala við. Við fáum atburði og uppákomur, nóg að gerast hjá þessari Meyju og leiðsögn. Þetta var aðeins mikið, bara 1 til 3 spjalda. Og ef við fáum mögulega framtíð út úr þessu. Kæra Meyja, það hérna fyrir aftan mig, þá eru einhver mál sem að hafa vakið reiði þína og pirring. Hvort sem þetta er gamalt, það sem mjög gamalt eða styttra síðan, að þá hér eitthvert atvik eða einhver atvik, eintala eða fleirtala. Við erum ekki að horfa á einhver svakaleg, einhver svona rosa áföll eða slys eða svoleiðis, heldur deilur og jafnvel svik að einhverju leyti. En einhver atvik og einhver mál sem að hafa vakið reiði þína og gera enn þegar þú hugsar um það. Það er ennþá einhver gremja gagnvart þessu og einhver reiði, þó að þú sért ekki endilega að upplifa mikla reiði í dag, þá varstu reitt á þessum tíma og ef þetta berst í tal eða ef þú hugsa til þess, þá er ennþá reiði kraumandi undir niðri. Þegar í dag þá svo sem er staðan allt öðruvísi en hún var gagnvart þessu, en það hefur líka bara í önnur horn að líta og lífið snýst bara allt aðra hluti. En þetta er samt einhvern veginn svona býr svolítið í hnakkanum á þér og vekur í það minnsta pirring þegar þetta berst í tal, þannig að það er eitthvað sem þarf að vinna með þetta. Finnst líka eins og þú upplifir þetta sem einhvers konar óréttlæti gagnvart þér og ætti ekki verið að hafa áhrif á nútíðina þína. Það er svona að þetta er liðið, að þá finnst þér óréttlátt að þetta hafi ykkur áhrif á þig í dag. Ég vona að það skiljist. En það sem er framöndan hjá þér, ástæðan er að vera að tala um þetta atvik eða þessi atvik sem að vaktu reiði þína, er að það framöndan þá er verið að ýfast eitthvað upp og það er svona, þið finnst höggva svolítið á hamingjuna þína af því að það er verið að ýfast upp, af því að þetta er að koma upp aftur, af því að það er endurtekning eða verið að rifja upp þessi atvik eða svipaðar aðstæður að endurtaka sig. Það getur líka vel verið að þú sért að endurtaka gamalt munstur og það tryggir þig á einhvern hátt.
En það er margt hérna, sko það er eitthvað svona kraumandi undir niðri í lífiðina akkurat núna. Það eru einhver leyndarmál, eitthvað sem að annarkvort þannig að þú veist ekki að sé að eiga sér í stað, þegar að segja að einhver er að fara bak við þig, eða að þú eigir þín leyndarmál sem að þú vilt alls ekki að komist upp um. Þannig að hvorum megin sem þú ert við þann pól, þá er svolítið svona rót. Og það er eitthvað neginn svona, já, það rótar svolítið við viðkvæmum málum, rótar við einhverjum leyndarmálum. Það er einhver ósannindi sem að gætu komið í ljós, hvort sem að, eins og ég sagði, hvort sem að það er ósannindi gagnvart þér eða ósannindi á þína hálfu. Það er svona pínu eins og gleðin sé þarna svolítið svona, það er verið að sigla undir fölsku flaggi. Að hlutirnir eru ekki eins góðir og þeir virðast vera, hvort sem það er þú sem ert að þykjast eða einhver annar sem þykjast gagnvart þér. Og hjá einhverjum ykkar þá er þetta gagnvart ykkar nánustu samböndum, þar sé nánustu fjölskyldu og vinum eða jafnvel maki. Þá er verið svona, það er eitthvað dularfullt í gangi í hið minnsta. Einhver óheiðarleiki og mikið vantraust. Og ég finn líka að það er svona pínu ólga í þér gagnvart umtali. Að hverjir eru að segja hvað þar þig þar að segja. Þannig að það er ólga framundan. Og það hefur eitthvað að gera með líka þína fortíð, hvort sem að hafi eitthvað gerst á þinn hlut eða þá þú sérst að endurtaka eitthvað mynstur. Leiðsögnin þín, já, er að passa þig bara að brenna þig ekki á sjálfu þér eða skapinu þínu, ekki að, sem sagt, ekki bregðast við þessum aðstæðum endilega með tilfinningum, heldur að staldra við að hugsa fyrst. Ekki láta þig með tilfinningarnar brenna brýrnar í kringum þig, þannig að þú þarft að gæta þessa skapinu þínu, af því að þessi reiði sem kraumar þarna undir niðri, hún gæti vel gert vart við sig. Og því miður þá hefur reiði oft það leiðinlega birtingaform að koma fram sem einhver bomba í samskiptum, og orð sögðu eða skrifuð jafnvel í reiði, þau bera yfirleitt ekki góðan árangur. Þannig að þú ert aðeins að gæta þín á því, sko, að láta ekki reiðina brenna þig upp. En framundan þá eru einhvers konar kaflaskil þar sem er verið að bjóða þér að stinga þér svolítið út í óvissuna. Og jafnvel, sko, í einhverju tilfellum þá verður hér svona pínu bomba þar sem að hlutinni springa, hvort sem það er í sambandi eða sambúð, hjónabandi eða milli vina eða á vinnustað, að þá er einhvers konar bomba, þannig að þú munt leita á ný mið. Þannig að það sem mér sýnist einna helstur hér er að þú fjarlægi sjálft þig úr aðstæðum, jafnvel gerir það ekkert rosalega fallega, þar að segja ef að reiðin fær að bomba sig út. Þú hefur svolítið val, sko, það, ætlar að fara út með látum eða ætlar bara að fara rólega. En það er allavega að þá finnst mér eins og þú sért að fara úr aðstæðum, segja skilið við ákveðna aðstæður og leita á ný mið. Og við skulum fá hér smá auka innsýn.
þetta er, já, það er endurtekning. Það er eitthvað gamalt munstur, eitthvað gömul hringrás að endurtaka sig. Þess vegna eru sko þessi gömlu sár eða gömlu reiði að koma upp núna. Það er svona eins og að þú hafi lent í svipuðum endalokum eða semt, já, segjum það, svipuðum kaflaskilum eða endalokum áður og stutt síðan, eða svona tiltrúlega stutt síðan og það þá byrjað upp á nýtt og núna er verið að setja þið svolítið aftur í þannig aðstæður og þannig að, já, það er ákveðin gremja þar. Og það er þessi endurtekning sem að þér finnst böggandi. En það er líka verið að benda þér á að í rauninni það sem þú ert að gera er að þú þarft að rækta sjálft þig, þú ert að setja athygli á þig, hvernig þú gerir betur, hvernig þú ræktar þig, ekki þetta sko að hugsa það hvað aðrir ættu að gera, settu athygli á þig og það er svolítið þar, við stjórnum bara ekki hvað annað fólk gerir. Við stjórnum einingus okkur sjálfum og þá er þetta líka einmitt allir að taka sjálft þig úr aðstæðum eða ekki. Þú getur það alveg. Þú uppsker það eins og sáir, þannig að þá er það einmitt góð spurning hverju þú ætlar að sá, hvað þú ætlar að rækta, það sem þú setur athyglina á, það næriru. Er þá ekki best að þú setur athyglina á þig og nærist þig? Þannig að fyrir þessi kaflaskil, fyrir þetta sem er að ljúka og býður þá upp á nýtt, hvernig ætlar það að byrja upp á nýtt? Hvar ætlar að hafa athyglina? Og hvað getur þú gert og hvað getur þú ræktað sjálfur til þess að endurtaka ekki þessa hringrás aftur. Það þarf að koma svolítið jafnvægi á það. Hvað ætlar þú að gera til þess að endurtaka ekki þessa hringrás aftur og jafnvel eina ferðina enn? Af því að þetta, þú veist, þetta fara að valda þér gremju og biturð eða getur allavega gert það fljótlega ef þú þarft að endurtaka sömu hringrásina mikið oftar. Einhver ykkar eru búin að vera nánast þess að fösta á okkur svona lúppu alltaf nokkur ár í einu, alltaf sama munstrið sem að, sko, þetta er alltaf einhvern veginn bara sami rússibaninn aftur og aftur og það er orðið svolítið þreytt. Þannig að þá er þetta spurningin hvað ætlar þú að gera til að breyta því. Þá ætla ég að fá hér eitt spil úr Greenwich Oracle stokkinu. Alltaf skilaboð í lokin. Taka heim og saman. Hér er gulrótin sem er táknmynd skýrleik hans, en það var nú alltaf að tala um það eitthvað tíðan að gulrætur væri svo góða fyrir augun. Held að sé að það eru svo ríkar á A-vítamíni en ég selði það ekki dýrar en ég keypti það. Það er svolítið, en þetta, þessi skýrleiki að sjá skýrt og þá þurfum við oft að líta bara í eigin barm og horfa svolítið hressilega á okkur sjálf. En það eru nýjungar framundan. Það er verið að opna inn á nýja valmöguleika fyrir þig og það er möguleiki fyrir þig að koma mjög vel út úr erfiðum aðstæðum ef þú grípur tækifærið sem er verið að bjóða þér til þess að þroskast og vaxa. Gættu þín aðeins í samböndum og samskiptum af því að á þessum tíma, í þessari ólgu, þá er hætt við því að öll samskipti fari
fara rosalega djúpt inn á þetta líkamlega og út í öfga. Og þá getum við verið að tala í samskiptum við aðra að orðið öfgakenndur losti eða öfgakenndar ástríður gagnvart öðrum, öfgakenndar líkamlegar tengingar, þar dettum við jafnvel inn í átök og hreinlega slagsmál. Þannig að ekki gættu þín á því, gættu þín á að líkaminn, að gremjan, biturðin, reiðin brjóti sig ekki fram heldur líkamlega gagnvart öðrum. Af því að það hætt við svolítið og eins líka bara skapið þitt, og í rauninni ekki bara líkamlega heldur orðlægt, að við getum alveg meitt með orðu. Gættu þess að vera ekki að ofhugsa, gættu þess að skemma ekki fyrir sjálfu þér og tefja ekki fyrir sjálfu þér heldur. Núna mjög mikilvægt fyrir þig að stíga skref aftur og bak og virkilega líta á sjálft þig, horfa í spegilinn og kanna sjálft þig svolítið út frá þriðju persónu sjónarhorni. Reyna að meta aðstæður eins og ef þú væri hlutlaus einstaklingur, þá kannski uppgötvarðu svolítið og sérð skýrar þína eigin hegðun og framkomu og hvort að það sé endilega, þú sért endilega sýna að þér rétt viðbrögð og hvort að hvað þú getur gert til þess að endurtaka ekki lengur sama munstrið. En þá ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin rati sönnu rétt til þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.